Já, komið sæl áhorfendur góður, þetta eldhúsmeistarana. Við erum á ferð á flugi, ég og kona mín, og við komum hérna við. Alltaf langar til að koma og heimsækja þessi heiðursjón. Ég er búinn að koma hérna oft á mótorhjólunum og heimsækja þau og hann var nú í bransanum hérna í bænum, í fiskibransanum. En ég er endilega að sýna ykkur frá og segja ykkur frá hvernig þið eru hérna og nafnið ykkar er. Já, ég heiti Ingvar Gunnarsson og Hulda Hannesdóttir. Já, en þau sögðu mér að skemmtilegt að þið byrjuðu að vera saman, að því nú eru þau búin að vera með svona skemmtilega sko feril í þessu bransa. Nú eru það að reka flott hótel, við förum inn í það og hérna, eða bara mótel, eða hvernig við kallum þetta. En byrjum bara á byrjunni, en við erum sem stödd á Laxármýri. Laxárbakka. Laxárbakka, heitir þetta Laxárbakki? Já, Hvalfjarðarsveit. Í Hvalfjarðarsveit. Og fyrir að við erum að hamra alltaf á því, þegar fólki er að koma hérna til að finna þetta, því erum við þjóðveg 1, er það ekki? Jú. Og þegar það er að finna Laxárbakka og ætla að koma og borða hjá okkur og gista, hvernig finnir þetta best? Já, þetta er alveg við brúna hérna, yfir Laxána. Yfir Laxána? Og stórt plan fyrir framan. Já, og þegar þeir komið hérna yfir hérna göngin, þá er þetta svona bara 10 mínútur? Já, 15 mínútur. 15 mínútur? Og það er svona 15 mínútur í borgarnes hérna? Já, 17. 17? Mjög nálægt þessu. Já, mjög nálægt þessu. Á löglegum hraða. Á löglegum hraða? Já. Heyrðu, en sko, við ætlum að reyna að fara í svona stuttumáli yfir þetta. 65 þá kynntist þig og hann, þú fórst á síld. Langaði að pröfa salta síld. Já, og þar náði kallinn í þig. Já. Hann veit ekki fara aftur. Nei, og þú ert búinn að standa við hliðina á honum í reksturinn svona í gegnum þetta allt saman. Ég bjó þarna fyrir austan í 30 ár. Já. Síðan fluttum við suður. Já, og við byrjum að reksturinn og þú varst útgerðarmaður hérna. Já, ég er nú upphaflega netgerðarmeistari og lærði hjá Jóhanni nokkrum Klásinn á Austur- og Vestfirði. Og svo þegar síldin hvarf þá var ekkert að gera. Já. Og þá keypti ég mig fyrsta bátinn sem var 6 tonna bátur frá Súgandahöfði. Já, og gerðir út á? Ég gerði út á færi og línu og svo smá stækkaði þetta, síðan kom 15 tonna bátur og 30 tonna bátur og 100 tonna bátur og 200 tonna bátur. Ég er búinn að heyra henni nokkum velstjórum hérna sem að ég þekki og hann sagði að það væri bara ágætt að vera hjá þér, þú væri bara þokkalegur maður. Já, það er gott. Heyrðu, síðan bara hérna flyttist í bæinn og hvað fóruð að bralla þar? Já, við vorum í 30 ár með hérna fiskverkun útgerð fyrir austan og síðan hérna 1999 þá fluttum við til Reykjavíkur og allir ríki keypti að mér fiskverkunna fyrir austan. Já. Og ég uppgötaði það því ég kom söður og ég kunni ekkert að gera annað en að vera í fiski. Þannig að ég fór að verka fisk og við keyptum Svalbarðan á framleiðsveginum. Já, það er nefnilega frækt dæmi. Það var svo frækt fyrir harðfiskinn, var ekki? Jú. Svo fór hann að verka harðfisk sjálf. Við fórum í það að verka harðfisk líka sjálf. Já. Og það er nú eina sem ég sé eftir úr verkunin í Reykjavík, það er að halda ekki áfram með harðfiskverkunna. Og græddur alveg óhemmi á því? Nei, ég græddi ekkert mikið á því, en mér hafði gaman að því. Já, þetta var skemmtilegur rekstur og fiskurinn var góður. Já. Sko það eru margir hérna úti sem muna eftir Svalbarða og fiskinum, þau voru með alls konar og mjög skemmtilega búð á framleiðsveginum, ég man alveg eftir því. Og á tímabili þá voru þið með marga búðir. Já, við vorum einn á Reykjavík og svo í Álfheimjón. Já, þannig að þið voru svolítið öfsaða mikil þá hérna í den. Já, svo unnum við mikið fyrir bónus, bæði plokkfisk, bollur, raspaðan fisk og hvað sem var. Já. Segðu mér líka að síðan kaupirðu hérna á Laxárbakka. Já, þetta var gamalt sláturhús. Já, þetta var sláturhúsið hérna. Sem var síðan slátrað í 2002. Já. Og búið að standa hérna í nokkur ár. Og þið kaupið 2008? Nei, 2005. 2005? Já. Og hvenær? Við fengum ekki leyfi til að breyta þessu fyrir 2008 í júlí. Já. Tók 3 ár. Og leyfið. Í kerfinu? Já, en á meðan vorum við með... Þið voru með markaði hérna alls konar? Við vorum með markaði, já. Já, í sveitamarkað, maður kom hérna, þá voruð við með alls konar, og þá varst að selja harðfiskinn líka? Já, svo vorum við með hérna starfsmannahús hérna fyrir ofan. Já. Þar sem vorum með 12 pólverjar sem voru að vinna nýra á Grundtanga. Já. Og Héðinn var með starfsmannagáma hérna á plani á okkur með 12 rúmina. Já. Og það var það sem hélt okkur gangandi að
við eldum honni þá á kvöldin og Ég hef meitt fylgst með okkur og þarna við höfum nú talast í gegnum tíðina og seglan í ykkur og bara koma þessu öllu upp að það er alveg með ólíkindum. Núna eru þeir hvað eru með marga í gistingu? Við vorum með ykkur að 35 manns í nótt. Já, hvað eru þau með? Já, þau eru 35 manns í nótt. Hvað eru þau með mörg rúm? Fyrir utan stelpunum. Við getum tekið svona 40-50 manns í gistingu. Já, og þetta skiptist niður á bara hvað mörg herbyggja og íbúðir líka? Það er 12 íbúðir hérna og svo getum við haft 14 hérna í gistiheimilinu. Gistiheimilinu, já. Og svo eru þið með flottan sal og þið eru til dæmis með stóran hóp í kvöld. Já, við erum með 50-60 manns. Já, og það er gamla góða lambalærið. Já, það er góða íslenska lambalærið. Og þú ert kokkurinn? Já, sjálfsögðu. Hann fær ekkert að fara í eldhúsið eða Við vantar bara þig til að koma að hjálpa mér. Ég er bragðtæknir. Já, bragðtæknir. Já, þið vinnið þetta svona saman. Ég kíkti hérna inni og ég vonandi fæ að fara með myndavélina og ég sá að þau voru undirbúa lambalæri. Búin að krydda. Já, krydda. Ég sá að þetta var nú fagmannlega gert. Já, það ekki. En þið eru með opið allt árið. Já. Og þú veist, allt árið, það er aldrei lokað. Nei, alltaf opið. Og það er svolítið útlendingu hjá okkur. Já. Og þeir koma hérna panta gegnum erlendar skrifstofur og svo Íslendingarnir líka. Já, það er heila stópar, sko. Já. Íslenskir. Og þið eru að taka íslenska hópaveiturnar, það er mjög sniðugt fyrir svona 10, 20, 30, 40 manna hópa að koma hérna. Hérna er stór salarkynni og flottar íbúðir. Fólk getur haldið hérna litlar ásatíð og þið eru alveg tilbúin í það. Já. Hvetur ekki fólki til að koma? Hvað heldur þú? Verið bara velkomin. Já, verið velkomin. Já. Heyrðu, við ætlum að koma inn, við ætlum að sýna okkur líka frá hérna húsakynnunum og svona að lokum. Var ekki gaman að segja mér svona nákvæmlega förum við yfir þetta aftur, hvernig við finnum Laxárbakka? Já, þetta eru 15 mínútur frá göngunum og 17 mínútur frá Borgarnesi. Mitt á milli. Og þetta var gamla sláturhúsið og áin hérna rennur í gegn. Já. Og það er mjög auðvelt að finna þetta. Já. Stór skilti hérna fyrir utan. Og þið ætlaði að reyka þetta í 30 ári viðbót? Já, á minnsta kosti. Já, þú þökkum kærlega fyrir. Já, komið sælándi góðir, þetta er eldhúsmeistarann og við erum í Borgarnesi, Blómasetrinu. Ég kom hérna, kíkti á þetta fyrir einu með tveimur og ég var alveg dolfallinn yfir og fannst þetta svona skemmtilega, þetta er svona öðruvísi staður. Við erum svo gaman að sýna áhorfendum á INN skemmtilega staði í veitingabransanum. Heyrðu, og nafnið þitt og þú ert veitingamaðurinn hérna? Nafnið mitt er Svava. Já. Og já, ég reka þetta á samt manninu mínum og dóttir mín er að hjálpa mér hérna. Heyrðu, segðu mér, og ertu búin að vera lengi í bransanum? Já, ég myndi nú segja það. Ég er fædd og uppalinn á Vopnafirði. Já. Rak þar hótel í 20 ár. Já, og hvað heitir það? Það er Hótel Tangi. Já. Og með því rak ég Selána, veiðihúsið í Selá. Já, það segir mér það, þá hefur nú þurft að elda eitthvað sæmilegan mat, handa þessum köllum þeir eru svo heimtu fyrir ekki þessi laxakallar. Já, maður reyndi að gera sitt besta, maður gerir það best. Já, og þannig gerir maður best, með hjartanu. Já. Ekkert að sýnast. Nei, og þá gerir maður, þá finnur fólkið það og þá verður útkoman alltaf góð. Já, síðan flutti ég hingað 2001 og þá fór ég fyrst að vinna hérna upp í Hvalfirði, í Glyn. Stoppaði aðeins hjá Pétur mínum, Hótel Borgarnesi, hann var alveg pappi minn hérna á þessu svæði. Og síðan fór ég og rak veiðihús í Búðardal, Haukadalsána í 10 sumur. Já. Og við keyptum síðan hér Blómavestbúðina 2006, held ég segi rétt frá. Já, sem er hérna rétt hjá... Sem var þá... Já, þessi blómabúð er staðsett. Ef fólk vildi finna til dæmis búðun, við verðum að segja alltaf tvisa sinni þáttunum minnsta kosti. Hvar finnur það Blómasetrið? Heitir þetta ekki Blómasetrið? Jú, þetta heitir Blómasetrið og kaffihúsið okkar heitir Kaffi Kyrrð. Og við erum með þetta allt undir sama þakki. Já.
eins og ég sagði þér, 2006 þá keyptum við litla blómabúð hér og þá var hún staðsett í Samkaup sem nú er Netto. Í hruninu fluttum við yfir götuna í lítið húsnæði þar, en einhverju hluta vegna sá ég þetta hús og það heillaði svo að því. Mér er alltaf fundist þetta hús svo sjarmerandi síðan ég kom í Borgarnes og ég bara ákvaði að athuga hvert það væri grundvöllur fyrir að fá þetta hús. Og það gekk, já. Og þannig að við fluttum hingað og opnuðum 1. desember 2012. Já, og þá byrjuðum við bara rétt hérna með blómabúðina en sáum svo að blómabúð er náttúrulega ekki það sem gefur þér algjört lífæri hér á þessu svæði. Og þannig að við sáum svona að hér væri kannski staðurinn til að láta gamlan draum minn rætast. Já. Og hver var hann? Hvernig fannst þú? Hann er alltaf sérstakur. Þegar ég var 20, þá fór ég í ferðalag og þar á meðal stoppaði ég viku í Tælandi og viku í Indlandi. Þar var ég fyrir mjög miklum áhrifum, Magnús, af menningu þjóðarinnar, allum þessu kærleik, þessari gleði og svona umhyggju og fyrir nágrannanum. Og sérstaklega fannst mér svo spennandi, ég var náttúrulega bara 20 stelpa, eða bara komin að beljunni þannig úr sveitinni í Vopnafirði. Og sé náttúrulega þetta og hjarta mitt náttúrulega alveg opið fyrir öllu þessu. Og ég sé að þetta voru alltaf sem ég kom, það var svo skemmtilegt, það voru svona hús, þú komst kannski, mér langar kannski að kíkja þarna inn og sjá þetta silki og þegar þú komst inn og varst búin að skoða silki, þá var kannski þar inn af eitthvað enn meira skemmtilegra, það voru svona völundarhús. Og þú varst að kannski endar, gast sest niður og fengið kaffisopa, flett blaði eða fengið hvítvínsglas eða bjór og þetta svona sat í mér, hvað væri gaman að láta svona draum rætast. Þú heldur betur búin að láta þennan draum rætast, því að þetta akkurat heillaði mig hér upp í middle of nowhere, í Borgarnesi og Ól, og líka þú veist, maður kemur hérna inn, það er blómabúð, svo er svo mikið alls konar svona smáhlutum sem er gaman að skoða og svona konur og svona, það geta verið hérna bara í marga tíma og skoða allt þetta smátótt en ekki. Já, ég held að karlmenn geti líka gert það. Þeir fá sér kaffisopa, og þeir sem hafa gaman að því líka. Já, ég held að sé að fullt af karlmenn sem hafa gaman að því. Síðan, en ég héti samt Magnús, þegar ég hætti með hótelið mitt á Vopnafirði, ég ætla aldrei aftur í svona rekstur. Veitingarekstur. Nei, en maður er leiddur áfram og ég held að ég sé alveg komin á réttan stað, ég elska alveg að gera það sem ég er að gera í dag. Og mér finnst yndislegt, ég er ekki að elda mat í dag, ég ég pikka út það besta úr reynslunni. En þú bakar kökur og býrð til salat og... Já, ég er svona með þetta ég baka ekki mikið sjálf. Nei. En þú ert með salat og eggjaköku og svona bökur og svona. Þannig að við erum að bjóða upp á svona heimilislegt. Já, þetta er svona eins og er á kaffihúsum. Já. Ég vil hafa þetta svona notalegt kaffihús. Svo rosalega flotti stólar hérna, mér langar að hafa þetta sofna hérna. Já, þetta er fullt af fólki sem kemur hérna inn og sofnar. Já, er það? Og má það? Já. Vá. Ég þarf að koma. Við hefum haft útlendinga hérna sem að bara... Þeir bara náðu svo miklu kyrrð hérna inni. Kaffikyrrð. Já. Margir sagði við mig, af hverju lætur þetta kyrrð? Það er nú erfitt fyrir fólk að segja kyrrð. En það er náttúrulega bara pís. Já. Og fólk segir bara þetta er alveg svo komið heim til ömmu eða mömmu eða eitthvað. Svoleiðis vil ég hafa það. Að þið líði að þið sért velkomin. Þú farið hérna ánæður og þú munir eftir að þið leið vel hjá okkur. Heyrðu, svo ertu með hérna uppi heimagistingu. Já. Hvað þýðir það? Heimagistinga er bara inn á heimilinu hjá okkur. Já. Og þar erum við með 4 herbyggi. Já. Og við erum ekki að bjóða, við bjóðum þér morgumat. Í raun og veru erum við bara með svona látlausa morgumat, allt sem er bara innpakkað og þú sem sagt Færði sjálfur bara? Já, færði sjálfur og í ískapnum er bara djús og saman klósettið og sturtan og allt og ekkert vandamál? Nei, ekkert vandamál. Og getum að vera striplast á nærbjörnsunum og allt? Og gera það allir? Já, þess vegna næturnar eða eitthvað. Þannig að þetta er mjög svona skemmtilegt. Mér dreymdi líka þetta er heimilislegt. Og hvernig eru bæði útlendingar og íslendingar sem koma? Það er náttúrulega meiri hlutin hjá okkar gestum eru útlendingar og við byrjum nú bara mest á þessi fyrrasumar. En hvernig ertu með hérna eitthvað sem heitir hérna útrás og ætlar að stækka við þig? Já, við ætlum að við eigum raðhús hérna í bænum, bara rétt hérna hjá
og við erum að klára að gera það. Já, Við ætlum að vonandi að vera tilbúin með það núna. Svona heimagistingu líka? Já. Og þá, en við ætlum ekki verið morgumat þar, þú getur ýmist tekið húsið allt eða þá að þú tekur herbyggi. Já. Dóttir mín kemur til með að vera þar búandi, en þannig að við erum mjög ánægð með það. Ég er náttúrulega ótrúlega heppin. Ég er gift manni sem er sko húsasmíðameistari. Já, og hann er svona handyman. Já, hann er bara Svafa segir, heyrðu, smíða þetta, gerðu þetta. Ég held að nágrannir haldi allavega ég sé algjörlega að fara með hann sko. Vinnu, því að þeir segja gjarna við hann eða mig, hvað er hann að láta þig gera núna? Ef ég sé saugin út á tröppum þá kem ég bara og kæri þig. Já, er það? Já, þetta er bara svona, nágrannir hugsa mann. Heyrðu, en á svona lokum hvernig finnur fólkið þetta? Við erum í Gamla bænum. Já. Og við erum bara rétt hjá Hótel Borgarnesi á Skúlagötu 13. Já. Og við erum vel merkt utan, húsið er svona... Já, og þeir eru með svona sæti fyrir utan og sæti fyrir innan og bara æðislegt allt saman. Og við erum líka smiðurinn minn góði, Selska. Hann er að fara að smíða pall fyrir hann að söfu sína og gestina. Þannig að vonandi verður hann komin í gagnið núna bara í mánaðamóti júni-júlí. Þannig að það þýðir ekkert, þeir fiska sér róa, Magnús, við vitum það. Þetta sagði af alltaf, þeir fiska sér róa og líka þú gaman að þessu, maður smítast alveg að þessu og ég hviti ykkur Það er líka svo gott að hafa blóminn og svo. Já, blóminn með. Ég er náttúrulega með yndislega starfskraft með mér dóttir mín. Hún er náttúrulega bara búin að vera með mér, hún er náttúrulega alin upp á hóteli og hún er búin að vera alltaf með mér í þessum bransa, sko. Og við erum góðar saman í þessu. Heyrðu, þið kekkið á, þetta heitir Blómasetrið. Já, Skúlagata 13. Og? Kaffi Kyrrð. Kaffi Kyrrð. Og hvað heitir gististaður? Við erum bara með það undir Blómasetri Kaffi Kyrrð. Guesthouse. Já. En símanúmeri hjá okkur er 437-1878. Og við bjóðum alla velkona til okkar og við vonum og við gerum okkar besta. Og einhvern okkar orð eru elskið, njótið, lifið. Takk fyrir! Heyrðu, við erum ennþá eldhúsmeistarana og við fengum dóttur hennar á Blómasetrinu. Hún talaði svo, mamman talaði svo vel þig. Já. Endilega fá smá viðtal við þig líka. Segðu mér þú ert að hjálpa mútugömlu? Já, við erum í saman. Er ekki rosa gaman? Alveg yndislegt. En og er fólkið þá á veturnar að kaupa svolítið af blómum? Hún sagði þannig að það var ekki hægt að reka bæði, það væri rólegra að hafa bara blómin? Já. En við afgreiðum allar blómapantnir, brúðkaup og jarðafarir og tækifærisblóm. Já, er það? Já. Það er bara ein blómabúð í Borgarnesi? Já, bara ein blómabúð. Ég tók þetta rosalega flott mynd sko, orðið góði Þetta er bara þú. Þetta er ég. Það kom ykkur listamaður og bara, þú veist, hún var heilluð að feysinu, að andlitinu. Ætti það ekki. En hún kom inn á kaffihúsi og var að leita sér húsi. Já. Þannig að ég sýndi henni hús. Já. Hún keypti það ekki. Nei. En ég bauð hana velkomna í Happiness. Já, okay. Vegna þess að Borgarnes er Happiness. Já, Borgarnes, já. Og svo er líka Páll Húsavelli búin að gera flotta myndaði líka, hann þú ert bara fræg í listaheiminum. Já. Gaman að því. Já. En allir þessi svona smámunir og dótari, ert þú svona að hjálpa mömmuðina að setja þetta allt upp og græja og gera? Hún er rosalega duglega að gera þetta. Já. Alveg. Má sá það nú á henni, hún væri svona frekar svona, hvað heitir það hún vil láta hlutina að ganga, hún er atorku manneskja. Heldur betur. Hún er mikill kraftur í henni. Já. Og gaman að nýta þetta í svona, henni finnst þetta rosalega gaman. Já, og svo ætli það bara auka við ykkur gistinguna og þú sér fram á flotta framtíð? Alveg bara glimrandi framtíð. Já. Hérna í Borgarnesi? Já, ég er ánægð að vera hér. Það er gott að vera hérna. Já. Heyrðu, við þakkum bara æðislega fyrir og en við hefum ekki að segja frá bara aftur hvar við erum staðsett. Það er alltaf svo að þið getur komið fyrir áhörundur í enn að finna þetta. Takið vinstri beygina inn í Gamla bæinn í Borgarnesi og við erum á Skúlagötu 13. Og rétt hjá? Rétt hjá Landnámssetrinu, rétt hjá Hótel Borgarnes. Og getið ekki týndi? Nei, þið finnið okkur. Já. Þakka fyrir!
Já, eldhúsmeistarana í Hótel Borgarnesi. Ég náði að tala á honum Pétri hérna og við vorum nú hérna saman í gamla daga. Ég var í Munnanesi, þá var hann í Hreðavaskála, stað elskenda og kannast við hana frá því mörgum árum síðan. En nú hefur þú verið hérna, mér langar aðeins að heyri þig Pétur. Þú heitir Pétur? Já, Pétur Geirsson heiti ég. Já, og búinn að vera veitingamaður hérna í Borgarnesi? Ég er búinn að vera hér síðan ársbyrjun 91 með hótelið hérna. Já. Og þar áður var ég í Botsskála og Hreðavarskála frá 1966. Já. Heyrðu, en ef ekki að byrja á byrjunum, þú sagði mér það og ég vissi það nú ekki hérna, en þú ert hérna, Anna, þú ert mjólkurfræðingur. Já, ég var hér í mjólkursamlæginu, síðan lærði ég að fullum með mig í mjólkurinn í Danmörku og var meðan hans í heilt ár á tilraunabúi danska ríkisins og sá þar ostagerðina. Svo kom ég hér heim. Og þá byrjaði þér í Botsskála og var það þá svona aukabúgrein? Nei, ég hætti í mjólkinni. Já. Ég hætti í mjólkinni. En ég man að Botsskáli var gríðarlega vinsæll. Þá voru ekki vegir orðin svona fínir og flottir og þá þótti bara mikið mál að fara Hvalfjörðinn og þá var fyrsta stoppið alltaf í Botsskála. Já, það var mikið á holum á leiðin oft og menn þurfti að stoppa og búin að vera tölvöld lengur á leiðin í dag og það þurfti bæði að sinna búk og fleiru til að halda áfram. Já, ég man eftir veitingunum þar, ég er nú 55 ára, þú ert nú aðeins eldri, þú nú lítir ekki út fyrir það. Já, ég er 81 sko, þegar ég sá þig fyrst þá varstu strákur. Já, og ég fullorðinn, en nú varst orðinn fullorðinn, en ég er nokkuð mikið fullorðinn, sem var nátt ekki annað orð. Já, hress og kátur, ég alveg tek ofana fyrir þér að vera ennþá í bransanum maður, 81 árs og rosa gaman. En hérna, manstu nokkuð eftir á þessum árum, hvaða veitingar þú varstu með? Ég held ég muni þetta, var ekki lambakótil eftir vinsalar? Það var lambakótil eftir og hambúrgari og franskar? Og franskar og mikið smurðu brauði með rækju var saltmann ég var. Já, og koktelsósan? Já. Og sælgæti náttúrulega? Já, og sælgæti og gos. Já. Og þarna var bara alveg fullt af fólki allt sumar. Það var mikið að gera allt sumarið. En var ekki opið á vetrum líka? Jú, þetta var opið alveg. Allt árið? Allt árið svona, mikið fram að því að Hvalfjarðargöngin opnuðu, þá var þessu lokað. Já, var það alveg fram til þess tíma? Já. Og þá fór einmitt líka Ferstikla, hún fór á sambandi líka. Já. En segðu mér, og hérna, þú byrjar á Hreðavaskála? Nei, ég byrjaði í botni. Ég kem í Hreðavaskála 1977. Og hvað kom til? Lá vel við höggi? Já, ég myndi að segja það gekk oft illa hjá mönnum á þessum árum og menn seldu og keyptu eins og enn þann dag í dag reyndar. Ég man vel eftir því að þegar ég starfaði í Munnanesi 98 að Hreðavaskálinn var gríðarlega vinsæll á þessum tíma. Það var búið til tjald þarna voru flottistu böllin þarna bara í sveitinni, ég man alveg eftir því. Þetta var meðan að sveitaböll gátu verið þeim var slátrað með virðisaukaskatti. Já, var það Já. Og það var alltaf auglýst manni var hérna staður elskanda. Já, það var allar götur frá tíma Vigfúsar, hann auglýsti þetta frá 1933 sem stað elskanda. Já. Og síðan hélt Leopold og Olga því áfram sem tóku við að Vigfúsi og svo tók ég við að þeim. Já. Heyrðu, þú heldur áfram og þá tekur við Hótel Borgarnesi? Ég kaupi Hótel Borgarnesi 91. 91? Já, og er hér enn. Og þá var herbyggin 38? 38, já. Og menn bara hristu hausinn og þú byrjaði bara strax að byggja bara beint fyrir framann eins og ekkert væri? Já, ég bætti við 32 herbyggjum. Já, bara mjög fljótlega. Mjög fljótt. Já. Og þú ert búinn að vera með 60 og hérna... Ég er með 70 herbyrgi síðan en núna fjölga í cirka 100. Já, og hvað er nýjasta viðbúin? Ég keypti hér kaupfélagið kaupfélagshúsi gamla hér beint á móti hótelinu hinum megin göttuna. Það sem að búðin var og niðri og ríkið og það allt saman? Já, það sem ríkið var sko. Já. Meðal annars og kaupfélagið. Þú byrjar á þessu og hvað, núna í ár? 81 árs gamall? Já, ég byrjaði á þessu ár. Er ekki nóg að gera hjá þér?
Jú, það það, sem betur fer. Svo frétti ég það líka, þú hefur verið að byggja eitthvað stórt hús sem að það er ekki bara hótelið? Það svona ýmislegt fleira smávegis í gangi. Smávegis í gangi? Já. En hérna Hótel Stykkishólmur, fyrir ekki Hótel Borgarnes, það er búið að vera í gangi allar götur síðan hvenær? 1891. Já. Við erum hótel hér síðan. Já, en þið eru búin að vera með opið hérna allan tíman? Já, já. Og hvernig rekstur hérna? Núna er þetta 60, þannig að það gæti að vera alveg 100 manns hérna á hótelinu í eru? Já, já, þetta ágætur rekstur í dag, en það eru búið að vera bæði skín og skúrir í þessum bransa eins og allir vita sem komið að nálægt þessu. Já, en þú ert búin að vera svolítið tíma í þessu og þú þekkir þetta alveg. Ég hef haldið út sem betur fer. Já, og meiri segja að þú varst með á tímabili. Ekki fara á hausinn enn. Nei, já, og meiri segja að þú varst með á tímabili hérna á Hótel Stykkishólm líka, varst með eitthvað meira? Já, nei, ég keypti það í mildtíðinni 2004 og seldi það eftir þeirra mánu setna 2007. Já. Þá er reynda búin að bæta við 48 herbyggjum þar. En finnur þú núna fyrir þessari nýju bylgju hérna? Já. Er vel bókað í sumar til dæmis? Það er mikil aukning bæði fyrra og ár. Fyrra og ár? Já. En yfir veturinn? En þá vantar okkur að ná vetrinum hér á Vesturlandi held ég öllu bara nánast. Já, ég var að frétta einhver staðar á Stafisessi, þá er bara uppbókað í ykkur hótel bara allan veturinn. Það er gott að heyra. Og svo eru hótelin í Reykjavík meira og minna full allan veturinn? Já, það er. En þetta kemur? Það hefur ekki tekist eins vel til hér ennþá, hvað sem verður. Nei, en það er ekki dvoðalega margar, það er svona lítil gisteheimili, svo er Hamar hérna rétt hjá. Já. En þú ert svona stærra. Já, ég er svona sannlega stærsta einingin hérna. Já, á þessu svæði? Á þessu svæði hérna. Og meina, þessi hótel sem þið ertu að fá núna, herbyggi, verða þau komin í gagni fljótlega eða? Já, þau verða komin í gagni í sumar, sko. Já. En þú ert að selja mat, ertu mikið með ráðstefnur og það er engin böll lengur? Nei, það er engin böll lengur. En ráðstefnur og svona árshátíðir eru mikið í veturinn hjá fyrirtækjum. Já, þau koma hérna. Já. Þetta er stutt úr Reykjavík, sko. Og hvernig verða það næstu 20 árin? Þau verða ekkert lakari. Og ætlar að stækka við þið meira? Ertu búin að sjá fleiri hús til að stækka og umbreyta? Það er best að lofa engum meðan maður heldur heilsu, sko. Nei. Það er ekkert að segja að þá gerir maður eitthvað með hann. Nei. Heyrðu, þið þakku kærlega fyrir spjallið, Pétur, og gangiði vel næstu 20 árin. Takk fyrir það. Sömuleiðis. Takk.